Naflinn að sjálfsögðu mættur Edrú ekki segir sagan Já, það bara staðan, annan föstudaginn í röð Ólíkt öðrum hjólinn hafa svolítið snúist Nú stínur þannig að ég þarf að fara að sækja þig hérna að draga þig nánast út Þetta bara svo vera með einhverju rockstjörnu hérna maður þarf að vekja þig bara Það er mala síðan bara 8 í morgun Það tala mikið Svo er að mækarinn að sjálfsögðu Mækarinn þér og leiðinu út Já, og það er nú kannski líka ástæðan fyrir að naflinn er búin að vera edrú í gær og verður edrú í kvöld að það eru vissar reglur í mínum ferðum og þetta er ein af þeim Já, þið eru að fara til Svíþjóðar Já, við erum að fara til Danmörkur Ég fer ekki til Svíþjóðar Ég dropp inn og út Já, þú ert ekki hrifin á Svíþjóð Æ, ég þól ekki Svíþjóð Og ég var ekki að heyra það að búið að handa ykkur 20-30 Þetta er alltaf bara algjör Fyrir að biðja of háttum bjór Þetta er bara svona Ekki vasklas á milli Þannig að við fljúum til Köpen og verðum þar í góða yfirlæti og við förum í fyrramálið 7:30 segir naflinn Það er staðan og maður geta fylgst með því það verður veisla og svo náttúrulega bara Svíþjóð á morgun klukkan 6 er það ekki? Jú, 6 okkar tíma í Svíþjóð Mækarinn verður með hörku sko ferðasögu bara eldan á Instagram Það verður geggjað síðan næsta lög að fáum að heyra allt en svo er það Bolli Már Bjarnason eða him eins og hann er með á Instagraminu sínu góða nýja Jó, ég er heldur góður Það er gott að vera komin Já, þú varst náttúrulega ekki síðast Nei Það er bara fyrir núna aðeins fyrir Það er bara þannig, ég er bara að vinna kalla Við skulum líka viðkynna það svona þegar maður að taka nýjan inn þá svona vilja oft svona sína sig og vera með góða mætingu og svona en þú veist það er kannski ekki alveg fordæmið sem hann er að segja þetta þar og líka sjálfdæður mönnum í vinnu sem að mæta og beða að fá að fara fyrir áður en það mætir í vinnu Það var ekki síðast það þarf að fara fyrir Ég veit, það er léleitt Það er verið að spurja mig hvernig atvinnuleitin gengur hún gengur helviti vel Megum við ekki bara skúpa því að það sé bara Þetta er bara klár Þú ert ekki að marka nú lengur Nei, það er bara ég er komin yfir sín Velkomin Það þurfa líka allir sem mæta sína Komin yfir X-ið, Bolli komið vinnu Bolli komið vinnu á X-inu og ég ætla líka, ég er búin að vera að segja það þú veist, það þurfa allir sem koma á sína að fara í nýlega vikslun þú mátt velja annarkort að í útvarpsdeildin rasketliði, svona svo landsliði gerði hér á áður eða þú verið meisaður Ég tek meisi frekar Ég hef viðkvæmur fyrir svona rasketleika Stráka, við verum að fókusa á þetta allt saman Það getur fara að nota það eins núna þetta er ágætt Hjammin er komin inn ef að kíka á Hjamman til að byrja með, sjáu þetta það er komin inn, það er Palace, Chelsea vinnur, hver er með þetta? Halló Reykjavík Mike Ég er með Chelsea Chelsea vinnur Ég hef engar ágjörð þessu Spurs yfir 1,5 mörg ég var með þetta steinleikur Bournemouth Liverpool vinnur og svo var akkur er hlegið og Hugo ekki tekið í skorar þú varst með það ég er að segja það en við erum að tala saman þessi seðill býður upp á 12 en við bústum hann og hann er komin í 13,5 það er rosalt ég sé nú ekki klikka nei og ég sé líka með hann er að fara hratt ég hef nú sjálf að vera jafn spenntu fyrir Hjamma eins og núna mér finnst það góður þessi hann er nokkuð örugur hann er dóttir nokkuð sinnum það hefur hann oft verið hærri stuðlinn við verum aftur á því 13,5 en það er glæsilegt 1350% á hvað launum er þú þarna á X-inu það eru stóru seðunum þar herðu allir fantasílúðunir á Twitter að tala að Haaland og Foden sé á bekknum skoðun á því geta verið já, ég meina þeir er leikur 12:30 eða? Nei þessi fantasy er ekki leikur 12:30? Jú, en ekki hann Nei, ég segi þú veist það er búin að loka núna Takk fyrir að koma þetta núna því ég er með Haaland þessi fantasíkæðir eru mjög naskir oft þegar kemur einhver svona en ég held að þetta sé rétt ég held að þetta sé bara rétt ég þarf ekki að mikla ágjöra fantasí ég er eitthvað 7.000 stigum eftir eftir manni þannig að þetta er ekki mitt season þar Ert þú gengin í samfélkinguna eins og Gilsarinn? Já. Nei, ég er ekki gengin í samfélkinguna Gilsarinn, ég myndi frekar ganga undir sjó við liðina heldur hann ganga í samfélkinguna fyrst hann er hérna við liðina það er bara svoleiðis og ef ég myndi lendi því sem Gilsarinn lendi í gær þá var ég elda þann mann uppi Hvernig verður svona til? Ég skildi ekki, þetta hlýtur að þurfa með rafar hann skilur ekki svona sko Gerði hann þetta ekki sjálfur? Nei Ég held að það var eitthvað svona stíða Pétur Vinsinn eða eitthvað Gilsarinn ekki skrá síðan hann myndi ekki styðja hann myndi ekki stiga sjálfan sig í prófkjöru samfélgingunni en hvað er líka bara fagmennskan að taka bara upp tólið þeir eru blessaður Egill, hérna fyrir ekki að sé trublaði
Það hlýtur bara einhver að vera að gera grín en mér finnst það bara ótrúlega að sé hægt það hlýtur og það rafræðan skilur ekki en ég veit ekki þetta er gott grín og þetta pirraðan held ég vel talandi gott grín, baráttunum brauðið það er svakalegt hver hefði séð þetta fyrir að Manchester United myndi vinna Manchester City Þetta er vel gert í þar helvítið það eru tveir aðeinar sem kom út pluss í þessum umferð og það eru Bullish Media Ég hættur að toppsæti sé í búið hjá mér Já, þeir eru með Sunderland og svo Nablin hann og Sjör var með Newcastle það fór 0-0, það var ríkalegu leikur Ég var óeppin sko, ég haf með jafntefli Sunderland það stemdi allt í jafntefli sko Það var ekki sigumark bara á 80 mínútu eða eitthvað Það var einmitt svolítið, kíkjum á stöðuna Hörðu, Bullish eru komin í Nei, hörðu, Nablin er 105 Það vantar eitthvað inn á mig Það er kalt á toppnum vantar eitthvað inn á mig Þetta bara passar alveg Kalt á toppnum og hann hendi sér City á móti úlunum Núna sko þegar maður er komin á toppin þá fer maður að spila vörn Mikla áhættan sem hann fær þarna hann tekur City á móti Wolves Þetta er stórhuga dæmi Það er ekki alltaf að taka á þetta Ég var að spila þetta svona þá gæti að þetta klikkaði á mér sko. En ef þessi leikur fyrir bara x eða 2 færði þá ekki ekstra mínustig Nei, það er bara þetta mínus sem ég á skilið Þetta er rosalegt, Bullish eru með hvað? Þeir eru með Brentford á heimavöllum og Nottingham Forest, Ég fyrir stóri núna Heyrðu, Sjör, hann er með Nottingham Forest á útivöllum móti Brentford Ég held ekki að Sjör hafi haldið þetta væri síðasta umferðin Nei, menn okkur, þetta er fárálegu stuðul Þetta er bara 50-50, þetta er bara jafngóð lið Finnst þið það? Heimavelli Nottingham Forest ekki geta neitt í dag Þeir voru að gera jafntefli Arsenal síðustu helgi sko Nýbúin að vinna Liverpool 0-2 Nei, hann er svolítið síðan Já, ég meina mánuðið síðan 1,5 gera jafntefli í Manchester United Jafnvel 2-2 Þeir voru mjög óöfnir að tapa 1-2 fyrir City, var ekki Forest Við ætlum að gefa evru Við ætlum að sjálfsögða að gefa evru því þekki þetta og það er einhverju skemmtilegi kommentarkerfinu það er allt vittlust í þessu kommentarkerfi Hvort er meiri sjokkir að Nablin hefur verið edru að gera hjammi að veðja á Tottenham í baráttunum brauð Það er bara miklu meiri sjokkir að Nablin hefur verið edru Ef þið vilja svar Ég get alveg sagt ykkur, það verður ekki margir föstudagar svona yfirleitt bara þegar maður er að ferðast með Mike og Sunnundi En ég veist líka bara flott Mike Ég nenni ekki einhverju vesin, ég þarf ekki að pikka hann upp í fyrramáli Nenni ekki eitthvað að vera að rífa hann fram En hvenær leifur hún að fá fyrsta kalda? Það er bara á lánsinu Við Mike förum alltaf á lánsinu Ert þú með lánskort? Já Ég er með lánskort líka Svo ég fóð mig heim daginn Ég þurft að borga dýrasta brauð og hann ennþá í bólum er ekki búin að fara úr hún Og ég held ég væri að ferðast með einhverjum international gæði Við vorum 3 þarna Mike, Hjammi og Heimir Hallgríms Mike og Heimir Hallgríms bara röldi í gegn Hjammi bara BÚM Ég þurft að borga 10.000 krónur fyrir 1 bjór, 1 Pepsi Max og kannski 2 svona brauðsnir En hrúar ekki í ykkur krossandi Það er rosalegt að Hjammi Ég held að Hjammi myndi bara lappa inn og það myndi bara allir fara á nén sko Það er bara, herðu, kotið það Málið er, hann hefur aldrei verið stór Reykjanesbæ Það hefur aldrei náð þáka Það verður ekki sama vesinu þegar Mike er að fljúa með mér Það er gaman að þessu strákar Það er komið að fyrsta leik dagsins Það er West Ham Sunderland og ég held við séum bara, við erum búin að tala svo lengi ég held við séum komin við byrjunarliðin hjá það er ekki klart Það tökum við Burnley Tottenham Það er leikur Hvenær vann Tottenham síðast leiki í þessari blessuðu deild? Það er svolítið síðan Sko, ég get sagt ykkur það er samt eitt merkilegt að út í þessu Burnley Tottenham leikur þetta er alveg, sko Bournemouth var ekki búin að vinna 11 leiki í röð þegar við Tottenham mætti þeim West Ham ekki búin að vinna 10 síðustu leiki þegar Tottenham mætti þeim Bournemouth vann West Ham vann og Burnley er ekki búin að vinna síðustu 13 leiki En Tottenham vann síðast leiki í þessari deild til að svara Mike 28. desember 1-0 Hvenær vann Bournemouth Tottenham? Já, 3-2 þarna daginn Já, skorið Semenyo þarna síðustu myndir Þetta er alveg Já, staðan er bara þannig ef að West Ham nær smá rönni sem ég veit svo sem ég hvort þeir geri þeir eru Sunderland á eftir en á smá rönni þá er það bara mjög einfalt Tottenham bara fyrir fallbárðin í þessari deild Sko, það er alltaf spilast eins og Tottenham sé aftur bara að fara að setja deildina svolítið á ís ná í þessi 10-12 stig sem við þurfum í viðbútt og verða Evrópumeistarar Takk svo meistaradeildina Nei, meistaradeildina Já, þið með hlæja á allt það en við tölum saman í mæ Já, það var þáttur í mæ Það er rétt að vona við tölum saman í mæ Ég vona
Ég vona náttúrulega ekki að Tottenham falli en mér finnst þeir líklegastir að falla fyrir utan þessi náttúrulega 3 neðstu lið og það er svolítið í 18. sæti eins og í fyrra enduðu ekki 17. fyrra en áður 16. Já, og trúlega enduðu bara því aftur núna en eins og segi, smá skrif frá West Ham og þið og við erum konið í vesen þið eru í vesen og þið vinnið ekki enn leik í dag Þú ert alveg viss á því? Bolli? Ég meit next á þessu leik á seðlunum Það er svoleiðis Fjandakornið Ég hljóta að vinna hann leik Burnley var ekki rétt til að bli Liverpool í síðustu helgi United helgina þar áður Liverpool útivelli ákveður á Tottenham eitthvað að vinna það Það kemur að svona klúbum svo Tottenham tapa svo kemur að því að vinna Þeir eru unni meistardeildinni vikunni Dortmund Þeir eru Við erum Evrópmeistar á Dortmund Þeir voru eins og Evrópmeistar Ég fer á jafntefli Ég ætla ekki að láta einhver tala mig af því að Tottenham sé að vinna en leik Ég held að Tottenham sé að fara að taka en leik Þetta var ekkert eitthvað fallegt En þeir munu vinna en leik 1-2 2-2 Hann segir hérna, Jón Skarp, hann segir stráka Spurs gáði Bournemouth sigur eftir sigurlauströnn og svo framvegis eins og við þekkjum og West Ham og gerist það sama í dag, segir hann Er Andy Robertson komið í Tottenham? Það er rosalega kaup Það er enginn að tala það Andy Robertson er að tala er að detti í Tottenham Hotspur Já, en sko máli, mér finnst að ef Liverpool gerir það núna á þessu tímapunkti þá er eitthvað new low Nei, ég meina þetta er eitthvað skrítið Þetta vara fyrir liðsins Já, ég meina hann reyndar ótöld að Andy Robertson sé ekki í byrjunliðinu á Liverpool sko. En veitu hvað, það lítur eitthvað að koma upp á Þeir eru ekki að selja til Tottenham í janúar með einn bakverð sem er Kerke sem er ekki geta neitt sko. Hvað sens meikar þetta? Engan Það er bara eitthvað að, hann vill bara fara og þeir geta ekki sett nei Strákar, við ætlum að kíkja á, það er eitt gott hérna hvort myndi Bolli láta flengja sig í nýlega vígslu sín eða flytja til Svíþjóðar í ár Sko, málið er að ég hefði gott að flytja til Svíþjóðar í ár Ég þarf að fara að minka símanótkun, áfengi og nikotín og klámu þetta Þannig að ég hefði helviti gott að búa í Svíþjóðar í ár, myndi ég halda Þetta er rosalegt, strákar, þannig að ég er eini sem er, ég og Naflin, við erum einu sem er á Tottenham vagnunum í dag, 2-17 á það, takk fyrir það. Já, ég gef ykkur 1 stig. Já, gefur okkur 1 stig. En strákar, það er blandi póka. Það var blandi póka frá ykkur, við langar að sjá blandi póka frá bollanum. Ég var svolítið stoltur mínum. Blandi póka frá bollanum, við erum með það hérna, sjáu þetta var ég að skoða í gærkvöldi. Og bæðileg skora West Ham Sunderland, já. Sér ekki klikka, sko. City, -1,5 já, segi ég það lítur að gerast rángstöðdæmið, ég þekkit ekki nóg þetta dettur alltaf þegar 2,5 ég veist bara svo gott valjú á þessu yfir 8,5 hotspönnur Bournemouth Liverpool ég sé það detta sko já, þessi er góð 6,07 ég er bara ánægð með þetta ég var í ástasorg þegar ég bjóð hann til það var bara strax eftir leik í gær Já, ég skal vera eitthvað bóndadæk Okkur að West Ham og Sunderland bæða skora Ég bara held það Ég held að það geti alveg gerst Easily Vest getur alveg skora mörg Ekki allir skora mörg Það geti ekki allir skora mörg Það var eitt lið í heiminum einhvern tíma skora mörg Já, ég veit það En sum liðið er erfiða með það stundum Ég sé þetta 1-1 eða 2-2 Er það ekki núna 12-30? Já Þannig að þetta kemur bara fljóttiljós Ég er hrifinn þessu Ég held að það var fínt fyrir spjallið að fara á þennan seðil Þegar vinnur City með 2 Úlfana Ég held að þetta gæti fallið sko, City vinnir þetta bara með einu marki Þetta er einhvern veginn, þeir eru bara ömulir Ég er að segja þetta og þeir eru með rúið sjálfströst Og svo er hann að fara að hvíla bestu mennin í dag sem hafa reyndar ekki geta neitt Kannski endar það þá bara í 4-5-0 út en er að fara að gera það En hver er að koma inn? Marmúsin, er hann búin að gera mikið? Nei, hann er búin að vera mikið meiddur Úlfatir kom bara með sjálfströst í Þetta verður walk in the park Verður þetta ekki 3-4 nú? Við erum búin að sitja hérna alla lögat og tala um að City vinni 3-4 Það lítur að koma að því Herri, já, þetta er allt í lagi fyrir 60 stöður Hlynur segir, loksins ekkert spjaldabetti hjá mannum og Epic Það er ekkert stort Þú ætti eftir að koma þinn seðil og eitthvað Það getur ekki verið að hjá mér sem er spurt Nei, á hjá mannu stórast Það er West Ham Sunderland Það er þetta, hvernig líst okkur á þetta? Er þetta ekki bara eðlileg uppstilling? Ég er bara spáði hver á að skora fyrir West Ham sko. Herri, hann er frábær þessi Castellanos Hann er mjög góður Já, hann er mjög góður Ég sé að setja hann Þú vilja proppi, það er minn maður Alltaf Sjúsekinn setja hann ekki fyrir þig, klára þetta Minn maður Skilir satt ekki alveg hver á að skora fyrir West Ham Sömmu vilja ára eldi þessa dagana Báinn náttúrulega bara ennskil landsliðsmaður Svo sem er Castellanos sem er frábær Pablo kemur ferskur inn 3-4 Nei, ég er bara að segja það er bara ekkert mál fyrir West Ham að skora Ég er bara mjög sammála því hjá mig Þetta er ég með það
Ég er náttúrulega með bildur á þessum leik. Þú með bildur á þessum leik, kíkjum á hann. Kíkjum á bildurinn. Þú fegst tröstu á þennan. Það fæði tröstu á þennan og Sjá, sjá hvað að gerast hérna? Þetta er svolítið lág. Helvít, þetta er langloka. Þetta er hérna þessu... Nei, sko, ég ætla að labbi gegnum þetta með. Byrjum á, sko, það verði ekki 5 mörk meira í þessum leik. Höfum það nú alveg hreinu. Síðan Vestam er að fara að skora í þessu leik hjá mig, þú varst nú að gjamma það. Vestam tapar ekki í þessu leik. Þeir eru að heima öllu og bara, þú veist, þeir bara Sunderland er ekki að fara að vinna. Þú komin í rángstöð? Og síðan er með, sko, 1 rángstað á Vestam og 1 rángstað á Sunderland. Við erum að tala svo mikið saman. Ég veit það. Ég set scenaríu alveg fyrir mér. Í dag, svona 1:30, hvernig er ekki 1 rángstað? Já, og síðan Summerville, hann er bara góður, ég er hrifinn af honum. 2 skot, ekkert endilega markið, bara skítur 2 svar, bara má vera lengst upp í stúku. Já, það er svoleiðis. Já, og síðan Brian Brobby. Hann skorar náttúrulega, þannig að... Ég skorar 1 af markið, bara, já. Já, þessi er bara... 6,5. Já. Mér finnst það fín, hann er svolítið langur, en hann er góður. Já, þetta er... En líst þér á þetta, Mækari? Ég held að Sunderland vinni bara Vestam. Þá er þetta allt. Já, það er bara eitt í leiðilega. Hitt er allt stuðlar og 1,02 sko. Það er svolítið þannig sko. Nema kannski þetta Summerville sko 2+, ég veit ekkert hvort hann náði því sko. Þótt að sé ekki á markið, þá er það alveg, ég er ekkert sem að náði því. Hann er sjóðheitur á staðina, sjóðheitur. Ég vona að þetta gangi og ég skal setja á báða þessa seðla. Ég ætla að vona að annar þeirra detti. Já, þetta er gott, þetta gjaldir fyrir okkur. Já, ég veit ekki, en ef þetta var gjaldgerinn í köpen þá þeir eru sem upphæða á þetta og svo ef þetta klikkar þá á ég ekki neitt pening Já, köpen er náttúrulega Sáka, ég ætla bara að vara ykkur við, það er alveg dýrborg Já, hún er dýr, sko, ég veit það þarf ég peninga í dag, sko Rosa huggulega konur í köpen líka Þannig að þið segið Vestham Sunderland, þú ert á því að Sunderland vinni þetta bara Nei, ég segi bara svona, með þetta líta ágætt lút hjá hann En við ætlum að henda 100 Sunderland eru bara með betra leið en Vestam sko Við ætlum að henda 100 eurum eftir smá stund Við ætlum að gera bara núna eftir leik Fulham og Brighton Við erum svolítið búin að loka þessu leik bara Ég ætla að setja á þetta sem nefnilega gera því Það er nú 12:30 og það var eitthvað að fylgjast með Ég ætla að segja jafntefli Ég bara, já Ég er ekki svona ég er ekki giska bara eitthvað í lofti ég er með rök fyrir Já, bara þetta fyrir Hann segja það, ég segi bara jafntefli Ég bara Ég var ekkert með eitthvað að læra að reitgerum hennar leik sko Ég var alveg reynskilinn, ég var náttúrulega ástasorg í gær og svona þannig að ég segi bara exit Ég ætla að segja það að Vestam vinna leik Ég held að sé bara mótsjöðu með þeim núna Þeir eru búin að spila ágætlega núna og er þetta ekki sammála því og þeir eru með þessi 4 gurrarna frammi spila ágætlega, þeir eru búin að vinna 1 leik og það eru mótið Tottenham sem er slagasta liði í deildinni spila ágætlega í hvaða leik bara þeir unnu Tottenham og fóru og vinna öll í Tottenham reyndar QPR líka í bygganum og sem var svona fórsmakkin af því hvað gekk sér ná í vítakeppni það ekki nei, framlíkingu bara Já, ég er bara Sunderland, ég segja 3-10 góður stuð, bara Sunderland Já, ef það verður framhaldið í sama og við sáum gegn Tottenham þá vinna þetta svona 3-1 Já, við erum á þar, þeim vagnin, við höfum séð þetta alltaf þurr Fulham Brighton, hörkuleikur Við þekkjum leikinn Hörkuleikur, Fulham Brighton Já, þetta er bara rosalega Þetta er 50-50 Fulham hafi samt verið betur en Brighton aðeins verður að koma upp núna Pjúristaleikur Þetta er það Þetta voru léttleikandi En það sjáum við bara stöðlunum að þetta er svona kannski fyrir þá sem eru ekki alveg fárveikir og þá kannski bara má sleppa þessu leik Þú ert þar? Já, ég ætla að sleppa honum sko Þetta er erfiður leikur Ef ég setja eitthvað svo leik og fer bara í bóttímdu skor Hvað er stöðlunum það? Svona 1-5, 1-6 Já, fínt á seðil sko, ég myndi ekki setja það stakt sko Nei. En ég er alveg hugsað, er þetta ekki gamla góða kenningi mín? 2 lið sem hafði ekki unnið hvort annað Spjöldin upp Það hefur alltaf verið að ganga Höfum við verið að fact-checka það Já, settu bara smá bildir á hana leik Fulham Brighton, bara spjöldin Bæði lið skora og spjöldin yfir 3,5 Nei, yfir 2,5 Það verður ekki yfir 3,5 Þetta er klukka 3 á greiðu kott þess að það verður allt vittlust Sjáum spjöldin Yfir 3,5 spjöld Ok, yfir 3,5, slú sjá hvað kemur Og yfir 8,5 hotn Þetta eftir allt Þetta er bara svona, þetta er gamla góða Hvað er þetta? 4,3 8,5 hotn í svona leik Ég myndi taka út Verðins að bæði liður með góða miðjur og þá eru hotn að vera ekki svona mörg hotn Viltu það setja undir 9,5 hotn? Ég myndi segja undir 9,5 Nei, það er aldrei að fara að setja það Það er þunglítis spett Þetta fer alltaf yfir 8,5 hotn Ég veit ekki hvort það bæði lifi góðar miðjur Þú ert alveg
Þú er ekkert að hlusta í þáttum þessar kenningar, þú er ekkert spóðis. Hvernig var þetta í liðum sem þú spilaði með? Var mikið á hotspinum í þeim liðum í þeim leikjum? Nei, það voru ekki góða liður. Þá er að vera mörgra hotspinum. Þá er bolti bara farin yfir miðjuna og bara þú endalist tótt. Já, þannig ég segi þetta eru báða þétta miðjur á undir 9,5. Það er mín skoðun. Og þú ert rétt á henni. Ég teki það svona ef ég myndi fara á hana leik. Við erum að fá hérna í kommentakerfinu, það er verið að rúlla inn hérna. Við ætlum að henda 100 evrum á Hlynur, hvað er þetta? Hlynur Örn? Hlynur Orri. Það er minn maður. Þekkjur hann? Þekkir ekki neitt, hann hefur bara alltaf verið ákvæður minn garð og ég kann að meta hann. Þú ert líka með kommentakerfi þarna á YouTube eitthvað. Ég er eitthvað að skoða þetta, Hlynur Orri. Hlynur Orri, 100 eurur. Hann segir alltaf að kom ekki 5 mörk í vestamleikin og heiðlugun seðilinn hérna naflan. 3 bara, nei, við erum ekki að fara veluna fyrir það. Þá fyrir við City Wolves, þetta er þetta, ég segi walk in the park. Hækkar stöðun og City, það var 1.25. Já, bara eftir ræðuna þína, Gressir og horfa. Já, Gressir og horfa. Sörens ennþá sofandi, frúin átt ammæli í gær. Það gengur allt aftur út um Sörens. Þannig að einn dag árið að bóndadagurinn þá frúin ammæli. Þetta er alveg, þetta er svo. Það er rosalega óefni í því. Viljum ekki í formanninn, þannig að hann þarf eitthvað að fara að hjálpa Lilju, nenna því sko og hérna. Það er erfitt núna hjá. Það er helvít erfitt, þannig að ég held að hann sé ekki vaknaður. Ég var að senda honum harður skilabóð hérna, þeir eru kannski einhverja inn á þeir. Já, ég sá það. Það er ekki eins og búið að sína. Nei. En hann ekki er hann að hækka að lækka stuðlan, hann sá blessaði drengur. Ég meina Foden og Holland pottet og Beck, fyrst er að tala um það. Og það kemur ekki orð, það kom náttúrulega gríðarlega óvart að Guardiola skildi að spila þeim móti Bót og Glint í byrjunlega. Það var rosalegt. Ég skil Holland. Nei, ég skil ekki koma heim. Þetta er ekki hjá mig að koma heim að spila á Daugnablik sko. Þetta er Holland. Hafa gaman og svona. Hann virðir alltaf alla anstæðinga. Pepparinn. Hann hefur viljað að spila. Hann mætti leiki meistarallin daginn og gerði 11 breytingar á liðinu og tapaði. Fyrir hverju var það? Frankfurt? Já, ég sé að það er stórt lið. Hann hefur verið að gera þetta líka byggakenni. Það hefur verið að mætt með sterkasta liðið sitt. Já, þetta var bara þvæla og málega það tekur áhætt í dag með því að spila frekar á móti Bót og Glint og tapa og svo hvílar hann þá í dag og ef hann vinnur ekki hennar leik þá held ég að labbar í burt. Já, þeir vinna þennan leik 2-3-0. Það hlýtur að vera. Eitt hérna, Ben og Breki að starta gett Cardiff og útivelli kl. 12:30 3,4 stuðull á mark anytime. Vel gert. Hann er búin að sjóðheitur og líka loksins færa fokking tröstið í byrjunarliðinu. Ég ætla að henda 100 eurum á Otto Helgason. Já, þetta er veið, þetta er geggjaður leikur þetta var vel spottað, við elskum þeir mennir á tánum ekki bara eitthvað. Ferð þú ekkert niður fyrir Champions? Jú, þú ferð nálega niður fyrir Champions. Ég fer í League 1 og League 2 hægri vestri. Þú er náttúrulega ekki farið á Stockport leik eins og ég, hún er ekki alveg þar, ég hef maður nú kíkt á hann á völl og svona. Það er að bjóða mér á völlin þarna í vor. Já, mæli með, bara eindrið með að fara þarna. Já, við þurfum að skoða þetta allt. Þetta er skemmtilegt. Setið þetta í chatið, ég ætla að fá elda þetta líka. Já, þetta er lambalæri. Er hann 12:30? Það er eitthvað nýr frasi. Þetta er lambalæri. Þetta er lambalæri? Já. Ég sé það strax. Já, ég sé að þetta er ekki að fara að festast til miður. Varst það búið til á staðinu? Já, ég var bara að hugsa, ég ætlaði að segja að ég ætla að bjóða mækarun mín lambalæri. Ég get ekki verið að gera það aftur. Hann er búin að vera að skrifa á þessu sem Mike fær ekki að kassa út bara hverju helgi. Það er ekki að segja bara að það fari 3-0 City þessi leikur. Ertu komin inn á það? Já, ég meina þeir náttúrulega eiga að vinna þetta. Ég held já, ég er komin inn á það að með því að kvíla þessa leik með þá mæta aðrir svona aðeins ferskar inn og sína sig og Holland spilar ekki í þessu leik og Foden sennilega ekki heldur. Wolves tapaði síðast 27. desember. Já, er ekki búin að tapa árinu. Það er tap í dag. Já, þetta var 3-0 City. Og ég ætla bara að segja það að þegar við mætum hérna næsta lög, ef City vinnur ekki hennar leik þá verður komin einhver nýr stjóri á City. Það segir sagan. Já, ég held það bara. Hann getur ekki tapar í Bót og Glint og Úlfónum í sömu vikunni bara Semenyo er dýrari heldur en allt Bót og Glint hópurinn og bæðin bara svona aðeins, bara svona fyrst að þú veist gaman að sjá þetta með Benóni Brekka bara svona tíðinda íslíkum heldur sem spila í hátteginu. Stefán Teitur fór auðvitað í Hannover, þeir eru að spila núna í hátteginu, hann er á bekknum og Jón Dagur, hann er auðvitað sínum stað í bekknum hjá Hertha Berlín. Og veitu hvað, akkur spilar hann ekki neitt? Það er bara fáralegt. Ég er búin að merkja sæti hans á bekk. Já, það er bara þeir eru í geðrófi þarna í Herthu. Þetta er alveg ótrúlega. Akkur er hann ekki farin? Það er bara það er erfitt að fara frá Berlínaborginni og sérstaklega þú ert að halda öllum góðum og svona. Það er KitKat og þessi staði. Halda öllum hverjum góðum? Nei, ég er að grínast. Hann hlýtur að vera bara að leita sér að tækifæri og ef ekki. Þetta var svona fyrra líka.
ef hann fer ekki núna í janúar þá þarf ég fara að taka að mér bara umboðsmann Já, ég reyndar sammála því Þurfum að fara að láta umboðsmann að fara Það setjast niður með Steinar Halldórs og fara yfir þetta Þetta er náttúrulega bara gali Ég meina gæðin á 2 árum var alltaf búin að spila í íslenska landsliðinu og getur ekki startað í næstu Nei, hann kemur bara lítið inn á þetta var alla síðasta vetur líka Ég er að segja það, já Þegar hann hefur spilað, hann spilað vel Og síðan, þú veist, var lofa honum núna skilu þessi að fara og þessi að fara það voru meira tröst Já, svo verið við náttúrulega sem ekkert á æfingunum við veit hvernig menn að standa sig en þetta er mjög sérstaklega Ég er búin að fá drónaskot af þessum æfingum og hann er allt í vinkilin þar Takk fyrir það, Napoli, Bournemouth, Liverpool það er stórleikurinn, það var örstutt hérna fáum bolla bildirinn á þetta fáum bolla bildirinn áður fyrir mig þetta fyrir bolla bildirinn þetta, sjáu þetta svo ég, sko svona svolítið barnalegu bildir þó að þú hafi verið á strípipúl í gær með júlur í andlitunum blindfullur og líður og öll með sáskupið það er ekki að hjóla svo nými það er bara fýtt bildir já sko þetta er svona barnalegt ef ekki að segja svona það vantar svolítið undirskáluna í þennan bildir vel gert, vel orðað sko málið það, Liverpool vinnur, allt í góðu yfir 1,5 mörg, jú, alveg getur alveg gerst en svo bóðslega, nú er það svolítið svona það er orðið tíska það er orðið of mikið stákar en ef við fá víti en fær hann að taka aftur hann er á vítunum er hann á vítunum Sala er komin í lið og svo bara klúðraði hann er síðast í gæðin sem tekur víti svo bara skora aukaspindum að sáu það mark djúðlar og vel gert ég er sammála hjá þetta er barnalegt já þetta er barnalegt Stákar ekki voruð búin að tala saman fyrir það Nei, við erum bara að sjá ég hef ekki sem búin að sjá þetta það sendi svo mikið í gæra ég komst ekki dýtaður í gærbild þetta er bara, ég held að segja ykkur frændi minn einfald og gott eru bestu bildarinn, takk vinnur já, þetta er sennilega mamma en undir hlýn orra ég er alltaf með þetta baráttunum bröð er ég með Liverpool, ég sitt enn eitt lögadaginn hérna og spái Liverpool ég finnst alltaf fínt, þú veist alltaf leið, Liverpool vinnur yfir 1,5 mörg en þetta sóbosla dæmi, þetta er ekki bara gerast ef þetta dettur, þá þetta er líka bara of lítill stöðull fyrir þetta jú, ef þetta væri 8-9 að Sabin hvað stöðull er það og svo bara skori bara í leiknum strákar bara anytime það er bara skori í leiknum Býttu hvað að búið til nýja seðil nei, býttu, sérðu lærðu nú af strákarum þetta er klókt þetta er bara svolítið klókt þetta er skoð, hvað er bara stöðull að skori í leiknum og ekkert annað bara anytime og farið bara út af hérna bettbildir Sóbosla ég seti ykkur það, ef þessi dettur hjá mér ekkert eitthvað player sub, bara skori þá fer ég býði maðurum ykkur í þetta nýja lón hana, Laugarásdæmið farðu upp aftur það lón er sko að tröllir í það öllu það er rosalegt, eitt allra besta lónuð Laugarásleikmanna hefur farið það? Nei, ég ætla að fara já, ég þarf að fara að skella mig líka í þetta og sækja þér og það þryggja rétt hann er hann, Sóbosla bara mark í leiknum anytime, play to score já herðu, þú ert með sama stöðul anytime, þetta skor og þú hinum meginn, þar ertu líka að vera með Liverpool vinni og yfir 1,5 Bittu þetta var nú ekki svo í gær þetta er sami stöðul Bittu hann er bara að bæta inn á einhverju fílingu þú er bara að bæta fullt af dóti og það er sama stöðul bittu þetta hefur hafa bressir í gær það er ekki hægt að taka leikmenn að skora í bettbildir það hækkar ekki stöðulinn þú lærir vonandi einhvern tíma ég veit ekki hvort þú gera það bettbildir hækkar alveg stöðulinn nei, þú sér það þú ert að gera leikmaður skorar það lækkar stöðulinn svo mikið að hafa þetta í bettbildir þú getur bara tekið þetta stakt það þarf hún ekkert að taka anytime líka anytime það er sama og hann er með 14 fyrsta já, ég er að segja, ég veit hann er með 5-25, Liverpool vinni og yfir 1,5 þetta er bara tjánalegt, þetta er bara bandalegt ég hvet tjati 5,5 í staðan fyrir 5 þú fær 0,5 viðbót á Liverpool og fjöldi mark leikurinn fyrir 1-0, hann skorar þessi stuðull að Sóbosla var ekkit svo sami hann hefur alltaf verið 5, ég get alveg lofaði því sko það hefur eitthvað breyst hvað heldur hann hafi bara hækka út af því að þú setti þetta Grassi hefur séð þetta og hugsað eitthvað veitan þetta er rosalegt Bolli ég ætla að hvetja tjati til að fara inn á þetta þá bara fara menn freka bara hafðu bara bettbildir þannig að bara Sóbosla skorar það má vera bettbildir og það er bara 5 í stöðul og það Liverpool þarf ekki sem að vinna leikin þú pikkar ekki þess að auka 5 og svo þetta verður 1-0 ef þetta verður 1-0 þú getur ekki verið með 1 í bettbildir nei, en ef þetta verður 1-0 og Sóbosla skorar
þá ertu bara á minnst ekki betti. Hversu lengi á að ræða hann hefði splætbildi? Næsta búlis. Förum við blandi póka. Það var hann eitt blandi póka sem að naflinn var með sem að mér varst áhugavert. Já, sjáu horfum við á þetta. Þetta er svolítið merkilegt. Ok, Chelsea alltaf að skora, þetta er tvent. Chelsea alltaf að skora. Já. Síðan Yfir 2 mörk hjá Manchester United stuðl 9,35. Líka fegin að þau eru ekki að vera sveittur og eftir að finna út úr þessu öllu og setja á þetta allt. Það er svona eitt sem ég líst vel á sem ég er að fara að setja sko. Þannig er eitthvað aðeins. Þú hefur verið að fá þér í gerð. Nei, ég var að blá eitthvað í gerð. 3-2 United. Já, eða bara að því yfir 2 þýðir náttúrulega að þetta sé voitað ef við skorum 2 mörk. Já, en þá fara líka 1-20 tilbaka. Er alltaf bara að skora í sjám hvernig Carrick er búin að umbreyta. En til hvers alltaf að voita þetta? Þá farið bara peningi tilbaka. Það er bara 1-20 á Chelsea sko. En þá, boom, ef við fáum inn 3. markið money in the pocket. Já, reyndar. Að við erum alltaf að fara að skora 2 mörk. Sjáum bara hvernig Carrick er komið með þetta United DNA strax aftur í liði. Er ekki eitt leikur búinn? Og sko aldrei. Það er búin að stjórna 4 allt í allt og 10 stig. Já, og United skora alltaf 2 mörk. Ef að 3. dettur þá erum við í svo góðum málum. En þið er ekki spila á móti Úlfunum. Það er Arsenal á heimavelli. Já. Sorry, þetta er ekki eins og Arsenal sé eitthvað ósýrandi. Nei, ég segi það ekki. En Arsenal 3 mörk frá United. Nei, þetta verður mest 1-0 Arsenal. Af hverju ekki? Já, það er alveg að segja af hverju ekki, skilur. Ég ætla að taka þetta stakt. En ég er ekkert að fara að elta þetta. Ég er að gera það kannski fullur á morgun rétt fyrir leik því að þetta er alltaf sama tíma og landsleikurinn er alltaf. Já, mér finnst það líklegt. En ég er ekki með iPadin, hann verður kláður með iPadin með sér að naflinn. Bolli er á guðluspjaldi, þú fær svona áminningu. Bara svona tiltal. En Bolli er alltaf bara rauðu spjaldi. Þetta blandi på Liverpool vinnur og svo búinlega skorar og ég er með það í barátunum bröð. Liverpool verður að vinna Ég ætla að segja þetta að fara í jafntefli. Já, bara ég ætla að Liverpool vinna hennar. Þeir voru góð. Liverpool er svo Tottenham búin að vera miklu betri í meistaradeildinni heldur en deildinni. Þeir reyndar fenga ekki sama luxusin og Tottenham fyrir meistaradeildina að fá að draga sjálfur í riðla eða liðin sem við spiluðum á móti. Tottenham fekk að velja sér lið til að spila á móti. Liverpool var bara dreigja eins og öll hin liðin. Það er bara ótrúlega hvað lið Tottenham var að spila á því meistaradeildinni. Það vantaði bara Breiðablik sko. Og Býtu Dortmund, Evrópumeistara og fleira. En Liverpool bara standa sér fór búið að vinna Inter og útivelli, vinna 3-0 Marseille og útivelli. Sala komið tilbaka, stemmari. Vinna Real Madrid. Þeir eru bara að gera flott í meistaradeildinni. En lélegir í deildinni. Nú er Sala komin aftur, hann skorar aftur á móti í dag. Hvað er stuðullin á það? Takk. Hann skorar í dag. Ég er sammála því. Hvað er stuðullin á það? Það er ekki mikið. Ég prófaði að setja það með að gera. Takið eftir fantasy-spilarar. Hann er ekki svona á listan. Jú, svona á listan. Það er mjög skrítið. Þannig 4,25 á sópaslæg. Akkur 4,25 með 5. Þið voru ykkur bulla. Þú ert eitthvað player sub. Það er eftir að setja hann inn. Þetta kemur allt í lokdags. Eftir að setja hann inn, leikurinn er og eftir. Þetta er Mohamed Salah. Já, þetta kemur bara 1 litið eða eitthvað. Grassi, það er tímamismunur já, grassa í það er bóndadagurinn að fara svona með menn það vantar alla stærstu handboltamenn á hann og vantar svo Sala líka. Förum í strákar Brentford Nottingham Forest já, talandi slappa hluti er ekki þessu eitt svo slappast í sögunni segir einn Hlynur Orri, hann segir það já, var það mamma spotla undir Hlynur Orri nafninu Brentford Nottingham Forest strákar, þetta er pjúrasta leikur Mér finnst það lélugur stuðl Brentford 91 En ég held að Brentford klára Þú væri alveg vissu það að Nottingham Forest myndi vinna Já, ég segi, mér finnst þetta lágstuðl Ég myndi aldrei setja Brentford 1.91 Ég myndi velja allan á 2.30 Skilur mig? Já, nei, þetta liðið sko Brentford liðið í 7. seti Já, ég sé ekki Forest er í 17. Já, er Brentford í Evrópu? Nei Er Nottingham Forest í Evrópu? Já, akkurat Nei, veit ekki Það eru búliðist, þið eru að kíkja á Dr. Fútbol Brentford á jafntefli Arsenal í síðustu helgi Nei, en Brentford eru tapað einu leik síðan sko, eitthvað 17. des eða eitthvað Já, þá er komið tímið þá að tapa næsta Já, ég get alveg séð að Nottingham Forest vinna þetta en mér er alveg þessi stuðull 1.91 bara mjög eðlugur á Brentford Það er nátt fyrir ofað í deildinni Mjög eðlulegt Hvað sjáu þetta? Ég bara Brentford vinnunarleik nokkuð þægilegt 2-0 Þetta er jafntefli Jafntefli slíkt á þessu Nottingham Forest, þeir eru heitlagar Vægari, hvað segir þú?
Hann segir að Þú segir bara Nottingham Forest Easy win eða? Nei, ég bara minnst þetta góð stuð Ég seti X2 á þetta X2 Þú lítur að setja á eitthvað Monsa á þetta Nei, ég læti það sig Eitthvað Monsa Þetta svona góð stuð á Chelsea Ég heldur hljóta vinnanleik Já, allt í sko rjúkandi rúst hjá Palace annarkoð maður sem vil fara þarna og einhvern veginn gengur ekkert upp hjá þeim Chelsea bara hljóta að vinna hennar Já, ég held það Hvert Mateta að fara? Hann vill allan að fara Hver vill fá hann? United Sko, nei Það voru orða við hérna Villa Já, geta hann ekki farið í United bara? Nei, ekki Tammy Abraham komin í Villa Já, ég held að þá lokist á þann glugga Geta hann farið Hann geti farið til Ítalíu bara, já Þetta er honum ekki vel Sko, ef ég væri fótboltamaður og væri, þú veist, á þessu getuleifili þá væri ég alltaf í Ítalíu Já Veistla bara Það er rosa miðaldagi, best í Ítalíu Sko, það er þægilegt líf Eðislegt upp á Ítalíu svo gott landslæður Sko, strákar, þetta er stórmerkilegur leikur Everton Er Everton að skoðan? Spirit of the Blues Það er eitthvað boring að fara frá Crystal Palace í Everton Já, Barry er samt búin að vera fín Já, þá fyrir hann, sést hann bara á bekkin Okkar maður Barry er ekki að fara fett Ekki nema þeir getur spila saman Nei, Crystal Palace Chelsea, strákar, hvað er það að sjá þarna? Já Öfnum tilbúið AC Milan Ég er fann að nafli Strákar, Crystal Palace Chelsea, hvað er það að sjá þarna? Hvað er það að sjá í þessu? Já, ég held að Chelsea sé bara að fara að taka hennar leik og gera það bara nokkuð samfærandi Það kannski verið erfið fæðing 0-0 eftir svona 30 mínútur Ég kemur eitt mark frá, alltaf sé ekki bara Palmer þá vil ég fara til Manchester United Hann vill það ekki neitt Hann vill það og hérna Nú, hvað var það? Nei, það var ekki neitt Það er bara verið að búa til á netinu Já, það er búið að vera hérna orðurum það Maður skilur það Hann vill koma heim og sér það hvað er að fara að gera staðar Það er eitthvað brewing Þið lærið aldrei Þar byrjar það Án Palmer Palmer brýtur ísinn svona eftir svona tæplega hálftíma leik Það er einnina sem er búin að stæta stanslust inn hérna Jæja, viljið ekki fríkass en það er staðan Autobert anytime er cirka 150% Ótabert að þínu tóttina? Já Ég sett einu svona hann í vetur Hann er búin að setja þetta inn núna 4 eða 5 sunnum Þetta er svona eins og þetta sé eitthvað svona time traveler sem er komin og tilbaka og er að senda okkur sko smá hérna free Já, þú meina það Lobsterinn er mættur Lobsterinn er vaknaður Sælidrengir Hann vaknaði aldrei fyrir henni í háttíðinu Já, en hann er sennilega leikarnir þeir vinnum helgar og dettið á virkum Crystal Palace Chelsea Chelsea vinnur easy 3-1 Chelsea 0-3 Já, ég held að Chelsea það geta 2,04 á Chelsea Það er flott Við Þeir án ekkert geta þannig en ég held að vinna hann leik Þetta er morgun, ég held að þessi var kl. 3 í dag Nei, það var morgun, Newcastle Aston Villa, það er leikur Þetta er leikur, sennilega svona fyrir utan Arsenal Manchester United, þá er þetta svona skemmtilegasti leikur Þetta er geggjaður leikur Ég held að þetta verði, hérna ég er með þennan í baráttunum brauð ég þurfti að bánsa tilbaka og fór í jafnteflið Mér finnst mjög líklegt að það detti hjá mér Ríkalegt þarna, Aston Villa tapar á heimavelli mútið Everton Já, það var bara típist Aston Villa það er bara leið sem að basically er að hóta að vera í toppáráttunni en svo eru þið bara ekki með lið til að vera í toppáráttunni og þá tapaði svona leik þetta verður ekkert margir séð þetta oft áður og þeir sýndu það bara í þeim leik að þeir ekki breyki í toppáráttuna og mér finnst Newcastle líklegri bara reynilega til að vinna Aston Villa sko en mér finnst þetta jafntefli hjá honum alveg Mér finnst það ekki ólíklegt Nei, mér finnst það ekki, það er ekkert slæmt pikk á þennan stöður En ég held að þetta verði drullu góða leikur Já, og Sjáum þetta blandi póka Ég held að Newcastle vinni þetta sem að strákarnir tóku fyrir sunnudaginn ég man ekki hvað það var sem tók Þetta ég? Já, það er naflin Hvað er verið að kannski gerðu það báður Nei, já, þetta er minn sunnudagur síðan er mækarinn hann Já, þetta er sunnudagurinn þinn Ég tók laugardaginn Já, ég er ekkert með eitthvað blandi póka Þarna BB hérna Já, þarna er þetta Nei, þú baðst mig bara að gera sunnudagur Ég gerði það Kíkja á minnstrákar hérna blandi pókaseðlinn hann er á laugardaginnum öruglega Voru ekki búin að sjá? Já, nei, voru ekki búin að sjá Þessi er svolítið góður Já, þessi er Börnleg jattefli Æ, mækari, þið eru svo Sko, við erum alltaf þurfum að velja eitthvað Við erum allir kringu 60 stuðul Við erum allir kringu 60 stuðul Þetta er ekki persónulegt Við erum allir kringu 60 stuðul Ég er með langbæð seðl Ég var reynda með eitthvað 11-12 Nei, ég er að tala um það Þið varst með eitthvað annan í 6 Þarna bettbildurinn Fúla mjátefli Já, ég held það City vinnu bara leikinn Já, Burnley jafntefli Já, Liverpool vinnur Mér finnst það líklegt 6-13
Þetta er örugt, þetta er þægilegt. Þetta ekkert svo örugt, ég myndi segja að stöðan ætti að vera aðeins herri bara í heildina. Þá setja menn og herri stöð, setja menn bara City -1,5. Tottenham vinnur bara Burnley, það er bara þannig. En hann er orðin herri, City er komin 1.31. Já, en Tottenham vinnur bara Burnley. Tottenham ekki að vinna Burnley. Þetta er áhugavert og ég held ég verið hendur öðru gulu spjaldi þarna líka. Nei, Bolli, Red, Mike Gull. Nei, Red. Eina sem getur klikkað eftir ég fór í skjáinn, það var rautt. Hvað þýðir það? Er ég átt alveg? Ég held að Liverpool hann náttúrulega vildi fara fyrir þannig að vildi ekki bara ég er að fara að reyka út bara. Ég held að Liverpool vinna hennar leik. Þannig eina sem getur klikkað þarna held ég að Brighton vinna allt í unnu Fulham. Þannig að það gæti alveg gest. Bara eitthvað 1-2 Brighton skora 9003. Það var 2 villusöður, Tottenham vinnur og Brighton verður ekki villust. Þetta er áhugavert. Ég hef einustu farið á Burnley-völlin, hvað heitir hann aftur? Turf Moor. Ég líka. Og það var 2-1 sigur, á móti hverjum? Tottenham. Já, og þess vegna verður það svolítið aftur núna. Nei, ég sá bara þá var Harry Kane og fleiri spilum með Tottenham. Já, fór að heilsa upp á mækarinn eftir leik. Lítill völlur, Tottenham átti ekkert breyk. Þeir eru ekkert breyk í dag. Það er gaman að þessu. Jaxel 88, góðan daginn frá Brasil. Það er rosalt. Vá. Það er geggjað. Getum við henda á Jaxel 100 eurum? Hann hefði gott af því. Hann er gott af því. 100 eurur hann í Brasilur eins og bara 500 skall eða eitthvað. Já. Herðu, strákar, þetta er áhugavert. Jaxel, 100 eurur á því meistari. Sko, við förum í næsta leik. Þurfum að klára þetta. Vá. Og það er alveg leikur. Þetta er geðvögt. Þetta er geðvögt. Þetta er geggjaður leikur. 6-18. Já, eðlilega. 6-18. Við erum talað 0-1 er alveg, þú veist, scenario sem maður getur séð. Þetta er bara 50-50 leikur. Nei, þetta er ekki 50-50 leikur. Voðalega eru menn bara að tala Arsenal bara eins og eitthvað Barcelona. Þeir eru langefstir í meistaraflokki. Og þeir eru á heimavelli. Okkur hefur við ekki að tala um það, okkur hefur ekki, þú veist, er það ekki bara þannig? United vann City sem tapa á móti Bodo Glimt. Hver er þetta? Sjáu ég hérna talar upp. Það mætir í dótturinn og hérna talar upp Bast United og sjá kókinn. Er þetta Keli sjálfu sem setur þessa myndi? Já, hann er að pakka þetta. Hann er svo óvæginn. Þú vilt ekki fá hann upp á móti. Heldur að sé vinnu sinn og svo kemur hann með þessa Þetta er flottir í þessu gall. Já. En þú vil þetta hvenær er þessi tekin? Þetta er fyrir hjartafalli. Þetta er ekki hægt sko. Það er mörg ár síðan. Þetta er glæsilegt. 20 ár síðan. Nei, það er búið að photoshopa United treinin. Þetta á að vera eitthvað fyndi hjá Kelánum. Ég veit ekki hvernig hann hefur hennan tíma í þetta. Hann er að photoshopa með öll þessu börn sem hann er með og mála og fullu. Stjórn Njarðvíkur hann er allt í öllu. En að þú ert í laumi að fara á stöðulinn 6,5 eða hvað sem það var. Ég auðvitað alltaf tilbúin til að grípa ykkur hérna 6-18 í stuður, það er alveg ágætlega hátt. En ætlar ekki að elda mig að United skori 2 mörk, mögulega 3. Það hitta. Ég hef með bettbildur á hennar leik. Hann er einhver starfna. Kíkjum á hann. Já, United tapar ekki, ég er sammála því. Nei, þeir tapar ekki. Þetta er reynda góður siðil. Þessi góður. Ég held að það fari í jafntefli. Mörk í báðum hálfleikurum. Já, það er klárt. Og yfir 2,5 spjöld. Það er verið, ég held að 3,5 spjöld. 5,5. Já, þessi góður, ég ætla ekki að erfa. Ég sé ekki okkur United eitthvað að tapa þessum leik. Mætir með fullt sjálfstöðust, fullt að góða leikmönnum. Það er eiginlega allir heilir. Kongurinn Harry Maguire mættir í vörnina. Ég er ekki hrættu við þess að sóknarmennu Arsenal. Það sem Arsenal eru góðir eru varnarlega. Sóknarmennu hefur með fullt að sóknarmennum. En hvað er Saka með 2 mörk og eina stóðsendingu á tímabilinu? Svo þeir tapir svo leik 2-1 og verður þá Michael Carrick out. Er þið konin aftur? Nei, ég er mikill Michael Carrick maður. Nafnið líka náttúrulega. Bolli, ég verði miður að reka Bolla úr settinu. Michael nafnið hendar vel, hann er búin að gera fínu hluti og ég held að hérna þetta verði auðvitað getur Arsenal unnið leik. Þeir mega helst ekki komast yfir. En ég er full að trúa United í þessu leik. Já, ég líka, þú veist, og þú veist, við erum að fara. Ég heyri flautið allt, sko. Já, við erum með eitt besta mann í vörðinni okkur til að verjast förstu leikatrum og þessu dóti og hotspinnum í Arsenal í Harry Maguire. Staka þig, náðu ekkert að sogast á hann. Arsenal er ekkert að fara að skora neinu hotni á móti Manchester United á morgun, sko. Nema bara ólöglegt mark. Þessa klippu þurfum við að eiga. Fyrri leikinn sem þessi lið mættust, bara Bæjan Dýr draslið sturtaði þeim leik niður í klósettið. Já, dómarinn. Já, og dómarinn að svolsug. Þetta var oftast með hann á móti okkur. Já. Er faglegt að taka símtal í beinni?
Nei. Myndi þetta gerast á RÚV væri í settur á handboltasettur og Óli Stef hefði verið að segja ég að koma ég var bara að svara græðinu og var að ringja fór ekki heim með Guðans að pissa í Big Ben á fimmtudaginn varst þú við þeim þetta? Ég átti að sjá hann ég veldi fyrir mér að hvernig þetta pissa þetta er ekki faglegt að fara með þetta en drífuðu þau samt það var í flugkallin ég ætla að fá að segja við chatið að ég elski ykkur og elski ykkur góða ferð verið duglegar að setja inn og elda Mike á Insta Mike Brown, er Mike á Insta? Nei, það kemur ekki neitt þar það er elda naflan á Insta ég hef ekki loka á hitt við vonum alltaf að Tommi Steindós sé ekki alveg að horfa akkurat núna en sem hann sé umar það er enda góða punktur ekki strákar, þessi þáttur er bara live ef við ekki bara sleppa að setja þennan þátt svona svo sé þetta að horfa eftir svona fyrir vinn okkar eða klippa, eða bara fyrstu 40 mínútur verða inni við skoðum þetta næsta eftir við hefum svo mikið eftir strákar við hefum eitt leik eftir og herru, við vorum búin að sjá en hvernig fer þessi leikur? Ég er alveg harður á því, þetta fer bara í jafntefli þetta verður bara vombrið, þetta verður bara 1-1 ég ætla að segja 4-0-9 við erum að fara að fá einhverja marka geðviki þetta fer 2-3 Manchester United þú sendir á Instagram þeir sem er að innhenta þess að Evru sem er að fá gefins þið sendir á Instagram Bullis, nei Epic Instagramið þú heldur það, marka leikur að geðviki já, ég meina, ég er einhvern veginn það bara kom svo mikið yfir mig í gær að United sé að fara að skora þetta 3. mark og ég bara verð að vera samkvæmur sjálfum mig við fylgjumst með því Ísland vinnur Svíþjóð og United vinnur 3-2 á 90. mínútu þá er ég og Mike að fara eitthvað fínt út að borða þá erum við ekki að fara að horfa NFL jú, gerum bæði þetta er rosalega stráka ég er á því að þetta fari 1-1 já, mér finnst það jafntefli alveg líklegt frábær sunnundagur en svo er það mánundagurinn og það er Ísan og Everton Leeds stöppuð ís á tómatsósa, kartöflur rúbröð, spá smjör yfir smörrubröð hjá okkur Mike núna mánudaginn þið náttúrulega verði í Svíþjóð ég held að hann borðar ekki fisk ég borða mikið fisk, ég vinn á leikskóla ég borða fyrst í þessari viku ef ekki oftar ég held að sett leifar alltaf hálfum disknum þar á leikskólanum síðan er duglegur og mar líka gæða fiskinn þar Everton Leeds, þetta er bara Everton vinnur síðasta leik og útivelli móti Aston Villa, risa sigur sem þýðir það þeir vinna ekki þennan leik og Leeds eru búin að vera mjög segir undanfarið, ekki tapað lengi mögulega kannski einum leik og þetta er X2 þessi leikur held ég held að Leedsarnir eru bara grjótharðir og heldur ég að það getur bara unnið þetta ég get unnið þetta segir það á stöðlunum bara þetta Evertólið, það er alltaf vilja út í svo geta það bara tapað á mútið Leeds og Grealisinn ekki með en þeir eru mættir núna frá Afríku tveir náttúrulega tveir Senegal-gæðir er það ekki? Tveir sigurvegarar þeir eru alveg þeir eru að fá hörkuleikur er það í Nígeríu? Nei, er ekki Senegal en ég held einmitt að Leedsarnir til miður fyrir Anton Gylfi Pálsson dómara sem er núna að dæma í millirjölunum hann stendur mér nú alltaf skilabóð þegar maður spáir Everton ekki sigri og til miður fyrir hann þá á hann bara einbytta sér að handboltanum á mándaginn það er svoleiðis Leeds er hann með leik þá? þú heldur að Leeds tapir þessu? Nei, Leeds er að fara að vinna hann er Everton-maður hann er Everton-maður eins og allra harðasti eins og allra veikasti myndi Broncos vinna ef naflinn kæmi inn fyrir Bo Nix? Nei, Patriots er með eina bestu vörðin í deildinni en það skiptir ekki máli hvort það var ég hvað er þitt liðið í þessu? það er Patriots það er Boston, ég er svo mikill Boston maður hann er glóriðhundir nei, það er ekki rétt hver eru meistari í ár? nei, núna ég meistar að núna er Philadelphia Eagles þeir eru ekki búnir og maður er búin að fara og leiki bæði þegar Tom Brady var Patriots og síðan þegar Mac Jones var þarna en maður sér nú tíma það er svo mikill Boston maður bara Boston, Geðvik Borg bara reyna Boston hvað er okkomaðu það? já, örgulega 10-12 sinnum hvernig byrjaði að fara á hverju fórstu þarna í fyrst skipti? ég fer á fyrsta leiki minn með Boston Celtics 2009 á móti Orlando Magic og maður bara og byrjaði alltaf með Boston bara löngu áður en það Celtics Boston er fín borg, ég færi nokkur til Boston ég þól ekki Boston íþróttalið Boston Celtics, það verður ekkert betra en það New England Patriots LA Lakers, mínir menn nei strákar, við halda þessu faglu hverju eru betri og hverju eru verri það kemur alltaf í ljós síðar það er engin mynd af fyrsta leiknum við erum að leita því nei ég get bara sendt ykkur hana maður þarf eiginlega að fara að skrolla einhvern myndina á þér á Instagram það eru skemmtilega myndina, þessi er góð sömu glerun nei, það er ekki rétt allt önnur ég sé það núna ég gef þessi bara í september maður er farið ég geti líka séð hérna ég farið í Patriots Patriots, wow og er meira aðnur
Hún gæst ekki verið ofar. Er eitthvað til einhver fleiri liða? Það sé aftur myndin hana. Já, það sé Red Sox líka. Bara þessi myndin aftur á New England hana. Voru ekki til miðar sem voru einhver aðeins ofar. Red Sox, það íshockey? Nei, það hafnabolti. Ég búin að fara á 2 leiki hjá Red Sox. Nei, 3 fyrir... Er ekki eitthvað íshockey liða það líka? Jú, Boston Bruins, maður hefur farið á leiki. Hvað er að gera stanna? Má sjá, fara tilbaka. Hvað er að gera stanna? Þetta er að tailgata. Já. Þetta eru menn í þetta er í svona hjólísi. Já. Og þetta er á velta steinum fyrir leikin. Hvað stendur það? Hvað er alltaf gaman að kíka, alltaf gaman að kíka til Boston og minna mín lið og íþrótti hafa ekki til. Vítu, ef þú vilt fara í lautaferð þá getur þú fara í lautaferð en ef þú vilt ná árangur að vera að leggja á þau vinnu. Það er hárrétt. Vá! Hver bjóð þetta til? Þú stóð þetta til? Ég var með þetta. Maður kíkir reglulega til Boston til að minna menn á. Ef þú vilja fara í lautaferð þá geta það gert það. En þú ætlar að vinna eitthvað, þú var að leggja inn vinnuna. Það er hárrétt. Þetta er rosalega. Strákar, ég ætla að fara í einn núna þann klokka. Já, þú náttúrulega varst fullur í gær og ég bara þú veist alveg hvernig ég er. Ég vil vinna þetta sé örugt. Nei, þú það sé lægi. Þú nettir ekki gera þetta í gær. Maður vil ekki fá eitthvað guldspjald, Sko, það er eitt þetta. Herru, ég har eitt rosalegt maður. Ég var alveg með á lás að Darby myndi vinna West Bromwich Albion í gær. Jöfnuður á 90 pluss eitthvað á 8 eða eitthvað líka. Já. Grýttur þá símanum upp á síðan? Nei, ég var alveg svona, ég var alveg með á lás, ég var búin að félagið mér bara að hringja. Svo Darby West Bromwich leikur í, það er bara Darby, hlutabreiðin Darby, þeir fara í úrslitakefnina. Playoffsið. Þeir eru bara, hann skiptir hann við lið, þjálfarinn, fer frá Blackburn yfir til Darby og hann er ekki money move. Það er bara út í Darby með fínan hóp. Þannig að ég er svona, já. Klikkuðu í gær. Já, 1-1. En ég er með Middlesbrough og Preston á þeim klóka, strákar. Ég er með straight win Middlesbrough. 1.56. Svo ég er svona að gera þetta skemmtilegt, þetta er hátti. Og svo Millwall Charlton, þannig er með yfir 1.5 spjöld. Yfir 1.5 spjöld Charlton. Þetta er hörkuleikur. Og svo, ég ákvað að þetta bara svona, þetta er bara háttegis hérna, þess að ég gott þetta hjá mér. Þetta er háttegis hérna leikur. Svo er ég með maður getur strax farið í þunglindum 2:30. Já, þá verður hann í úrvalsdeildina West Ham Sunderland klárum það, West Ham Sunderland og þarna var ég West Ham yfir 1.5 mörg West Ham yfir 1.5 mörg Sunderland er búið að fá sér svona 20 mörg í vetur sjáu, 2.39 Já, eðlilega Ámar að láta þar við sitja 5.59 Já, það er alveg ágæti stuðull Já, fýtt stuðull En ég er svona, mér langar að bæta við einum Þá klikkar það potið Og það er Cardiff Stockport leikurinn í hádeginu Já Og það er eitt í þessu nefnilega sko, ykkur að segja, þá er sko þessi liður bara high scoring lið og ég vil segja yfir 2.5 mörg Já Hvað fáum við á þetta? 9,9 Já Hvernig líst ykkur á þetta? Bara vel, maður þarf að vera mjög snöggur Já, við erum að fá bara hérna strax inn á chatið Já, þessi er naskur Ekki klókur Já Er það naskur? Býtu, eitt sem saði bara, þessi er naskur Eitt hjemmabett undir 0.5 mörki fyrirháleiki í West Ham Fulham Nei, West Ham Fulham og Spurs-leikjunum Stuðul 26,83 Þeir er ekki skoru mörki í hálfleik Í fyrirháleik, í þessum 3 leikjum West Ham, Fulham og Tottenham Gæti alltaf komið 1 mark Já, auðvitað Við erum í Dockson hérna, við nennum þessi ekki Nei, við erum ekki að hvetja til þess Nei, við skulum alls ekki vera 9,9 Hann kemur bara heim bara 2,5-3 leitið allt komið bara 9,9 bara nóg til Sá klóki hann er komin inn Strákar, er eitthvað sem að handboltinn Já, ég var að setja eitthvað Ef að hendi eitthvað seðil Takka handboltaseðil Við skitum náttúrulega ekki æri íslendingarnir Já, eiginlega helviti marga seðla Það var samt hvað? Ekki samt? Nei, ég ætla að segja Þetta var samt eiginlega, þú veist, menn voru svo bjart síni fyrir þetta Ég var ekki í sjokki Nei, ég var ekki í sjokki Ég viðkynna það, maður hérna Þið eru svolítið ungir oft það kemur oft í ljós Já, við fórum nú vel yfir í tjambaldættinum í gær og allt sem ég sagði þar það raungerðist nokkur klukkutíma síðar sko. Því miður fyrir þjóðina Mike Mayer, hann varaði líka sko Mike Mayer það, hann varaði mig við markvíslunni Varaði markvíslunni voru ekki einhverju leikir í gæri Varaði við stóru skiptunum hjá Króatum 16-1 í skotum utan að velli Strákar, voru ekki einhverju leikir í gæri millirinnum okkar Slóen ég að tapaði fyrir Svíþjóð Já, Sviss þarna í gærkvöldi Það er ekki gott Sviss-Ungverland, hvernig fór hann? Jafntefli Sviss var 7 mörkum yfir, það var kortur eftir
sko, möguleiki Íslands í þessari keppni núna er náttúrulega að vinna Svíþjóð. Ef við vinna ekki Svíþjóð á morgun, ef við töpum með mig og naflan á vellinum, þá verðum við ekki sáttir. Þá er möguleikin sá að við vinnum bara leikinn okkar á þriðjudag og miðvikudag, sem er Sviss á þriðjudag, Slóvenía á miðvikudag. Okay. Og eftir okkar leik á móti Sviss á þriðjudaginn, að þá spila Króatía og Slóvenía. Ja, við þurfum að vinna Sviss á þriðjudaginn, Króatía og Slóvenía spila og þar verðum við bara að vona annað ári í röð að Slóvenar vinni Króata. Ef þeir gera það, þá förum við áfram með því að vinna Slóvenar þá í úrslita leik á trúlega á markatölu. En annað ári í röð erum við að tapa fyrir Króatum í 60 leik á bóndadag og annað ári í röð þurfum við 99% að treysta á það að Slóvenía vinni Króatíu. Þetta er bara déjà vu frá síðasta móti og er eitthvað íslenskara heldur en þetta. Nei, og gera sér vonir og Slóvenir ekkert að vinna Króata. Nei, að gera sér vonir það Slóvenir við töpum á því í Svíþjóð gera sér vonir það Slóvenir. En ef við vinnum síðana þá erum við bara konur í dauðafæri. Bara þá vinnum við bara hennar riðil. 4,5 á Ísland. Já, eðlilega. Við bara erum það vantar bara fucking pung í okkur. Við letum lemja okkur aftur. Já, og ég er bara sjá, veist, mættur á skólalóðuna og letum lemja sig aftur. Hvað talaði mig í aðdraganda mótsins? Hver eru karakters einkenni leikmannaliðsins? Það vantar bara karakter. Sýniði mér það á morgun. Ég verði í höllinni. Ég er ekki búin að sjá það. Þeir eru að horfa á strákana. Í neinum af þessum leikjum síðustu 5 ár sem hafa skipt einhverju fokki máli. Við erum búin að spila frábælega sem móti. Nei, við erum búin að spila móti Pólland og Ítalíu sem get ekki neitt. Það kallast ekki að spila frábælega. Ungverjaland skorum 24 mörk. Spilum við frábælega? Nei. Viktor Gísli var frábær. Þeir voru 7 mörkum undir á móti Sviss í gær þegar var korter eftir. Ungverjaland. Og 6 mörkum undir í hálfleik, þessi 20 mörk í fyrra hálfleik í gær á móti Sviss. Við gerum 24 á móti í leiknum. Spilum, við erum ekkert búin að spila neitt vel. Hættum þessari meðverkni. Mætið á morgun, kassan fucking úti og spiliði ykkar leik. Þið hafi enga tapa. Nei, breyta vörninni, fara út í ef svíðarnir, þeir eru alveg skittur á Króatar, sko. Spila vörn, endur upp. Nei, og bara móti skittunum, spiliði ykkar leik, setiði mér í hraði leiki, síniði punkt. Þess að við töpum morgun, bara 32-29, já, við töpum ekki svo stort. Það bara töpum við út alveg svo Slóvenir, sástu Slóvenir síð þau í ger. Þetta er bara alveg eins. Slóvenir voru 5 mörkum yfir fyrir álega göngt í hann. Svo bara hægt og rólega tókur þá. Svo bara voru þeir alltaf með 3-4 í setna ári. Svíþjóð, eða verið spila á hlutlösu velli, ættu við eitthvað breyki í Svíþjóð? Skiptir engum máli. Nei, ég bara hugsa. Við getum unni Svíþjóð. Þú heldur það? Já, ég meina Svíþjóð með 2, það eru 4 leikmenn fyrir utan í þessu liðum í Magdeburg. 2 af þeim eru byrjunumenn í Magdeburg, þeir eru í Íslandi, hinn eru varamenn í Magdeburg. Ja, Felix Klar enda kannski ekki varamaður, en Elvar spila slatta, þeir reyndar 5. Albegrinn, skittan, hann er bara varamaður fyrir Ómar Inga. En þeir eru með fleiri leikmenn, en við erum með það líka. En málið er, við erum bara svo fucking litlir. Þannig að það er möguleiki, en einu möguleikin við töpum á morgun, það er þessi sem ég var að segja. Við endum þá í einhverju svona krossi á móti Króatíu og Slóveníu. Hvað er verið að gefa Ísland pluss 2,5 mörg bara stakt? Ísland 2,5 að 2,14. Já, ég held þetta bara annarkvort bara verðum við trublaðir í þessu leik, spilum alvöru varnarleik, markvarsla, slúttum betur, gerum bara allt sem að naflinn var að tala held ég í gæru það verið Ungverjaleikin. Það verið Ungverjaleikin. Ég gleymd að taka þetta rættu. Ég gleymd að gera þetta síðast. Við þurfum að gera það á morgun í einum helvítis leik. Sanna, þá ef ekki, þá bara vinna síðan og komum 5-6 mörgum, sko. Það er bara þannig. En tökum seðil á leikin í dag, áður en hættum. Þannig ekki á Rölum Ísland. Við förum yfir þetta betur á morgun í beint af staðunum. Það er svoleiðis. Það verður, til að segja fólki, það verður þáttu hér og síðan verður hringt í mig og Mike. Já, svo verður við á staðunum með klippur og leikmenn sem eru að horfa núna, þeir eru pott að horfa á þetta núna, þeir hljóta að tekja sér frí frá PlayStation-tölunni ef það er ekki æfing. Sá nú að besti maður Íslands í gær, einu maður sem var að spila við mig í El Grandi Já, hann var góður en óðinn, en hann gerði samt 4 mörk á 75 mínútur. Ég vil að dreifa þessu betur, sko. Já, það verður bara að fá boltan til þess. Það er hárrétt, hann var frábær í gær. En það líka verið á Við verðum að mæta út með kassan Portugal-Frakland. Förum í Francisco Costa, hann bara er ótrúlegur. Hann er rosalegur. Já, setjum að hann geri yfir 6,5 mark. Já. Ok. Förum í Spát Danmörk, auðvitað Gítsel, hvað er stuðull á Danmörk? 1,14. Það förum bara í Gítsel, hann bara af það sem á þeim var 8,75 á Spán. Gítsel yfir 7,5.
eða Spán ekki nógu góður. Þýskaland, Noregur og fer þarna í handicap á Noreg það bara plus 5,5 hvað fáum við þar? 1,35 Það ekki bara fínt, 3 í stöðul Ég ánægð með þetta Tökum þessu Noregur plus 4,5 hækkum við dagins heldur þið takk ekki kosta hérna núna fastari tökum frakkanir hann tekur vítin líka hann og Kitzel teka báði vítin og eru tveir bestu að mínum mati, tveir bestu handboltamenn í heiminum hvaða leikur var þenn daginn þar sem að liðið var ekki búin að fekk víti fyrst bara á 47 mínúti eða eitthvað það var bara á móti Íslandi í gær held ég það var eitthvað áleika sko þeir voru náttúrulega það var eitthvað leik, já ég veit það var rosalega sko það var kannski bara Portugal á móti Þýskalandi ég man það ekki já, ég held það nefnilega en Kosta er bara svo góður ég held að hann skýt svo mikið að markið hann tekur vítin Kitzel spila bara alltaf þótti sig að vinna með 10 eða 1 sko og ég með Norrmenn við bara segir á móti og ég tek á því að sjá þjóðverðin eitthvað taka 3. leikin í röð ég held að Norrmenni getur hennilega bara unnið sko en höfum þetta svona 3-51 geggjað, strákar, veislan heldur áfram og við erum svo sannarlega ekki búin að gefast upp, það Doxson eftir smástund já, minnum á Doxson já, okkur þið farið beint í flug síðan og ferða sig á Instagramin ykkar já, Epic Instagram, Naflin, Mike já, þið verið að setja efnin já, sína stemminguna Naflin, við erum með menni þessu sína líka hvert þið farið að borða og svona já verið að vera svona faglegt svolítið og svo lokar þetta 11 á kvöldin já, ég skil mér alveg saman á því það loka bara en þá er ekki 23:00 sko, þá er Mike búin að senda mig bara på herbyggju já, ég er þetta þá lokar þetta á mig já ég rekna ekki með ég er ekki í stöðu til þess það þarf að vinna já, við þurfum allir að vinna við erum allir með fullt af verkunum í hjamma.net eftir viku ég var það er líka þetta bara ferðalega nývillega herning og ég held að Ísland færi þá aldrei lengur heldur í undanúrslitin Nei, það væri þá kannski það væri frekar að koma heim og fljúga aftur út á sunnudagsmótinu við úrslitaleikinu við skulum bara hætta þetta bjarsinni við erum ekki að fara neitt áfram eins og við erum búin að spila í mótinu þau eru bara að fara heim ef við tökum út í Svíþjóð þá er þetta búið eða ekki nei, þá er það sem ég var að tala um á það er það sem varst að tala um það er möguleikin það er að vinna Slóvenina og Slóvenir málega sko Slóvenir og Króatar er að spila undan Ísland og Slóvenir það er að góða ég vil hægur í dag að ef að Króatar myndu tapa í Slóvenunum þá erum við allir einhvern í stöðu ef við vinnum Sviss þannig á síðasta deginum að vinna Slóvena kannski með 2 mörkum eða 3 mörkum eða eitthvað og ná þá öðru sætinu upp á innbyrðis strákar, klukkan fara að detti í 12:30 að fara að byrja leikir við þurfum að fara að gera okkur í gang heldur betur ég sé gleðilega hátíð og sé ykkur eftir viku það er bara slags